Belarus, we have a lot of people who really in need, and normally these categories of people who are really and usually assisted by the Red Cross in Belarus, and normally these are elderly, living alone people, disabled people, multi-child families with low income, and due to economical limits, due to jobs limits, they are really in need. Hvíta-Rússland svæði sem hefur gleymst dálítið. Þetta var auðvitað hluti af Sovétríkjunum sem segja að þetta sé eina sovéska lýðveldi sem stendur eftir, þar sem að menn hafa ekki tekið þessar ákvarðanir að fara í átt til markaðshagkerfis sem þýðir að margir staðir sérstaklega út á landi hafa svolítið orðið eftir. Við einfaldlega fréttum af þörfinni hérna. Það var send neyðarbeiðni til okkar frá hvítrússneska Rauða krossinum og við könnuðum hver vandinn væri og komumst að því að hann væri raunverulegur. Og síðan skiptir auðvitað miklu máli að fylgja því eftir að sjá til þess að fatnaðurinn komist vel til skila, og mér sýnist af starfi Rauða krossins hérna bæði starfsmanna og sjálfboðaliða að við getum treyst í að það verið að dreifa þessu á þá staði þar sem þörfin er. Þeir sjálfboðaliðar íslenska Rauða krossins sem eru að prjóna fatnað fyrir ungbörn, sem að safna notuðum fatnaði, geta verið vissir um það að fatnaðurinn kemst til skila að fer á réttan stað. У меня 5 детей. Миша, Лёша, Маша, Давид и Даня. Сейчас нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребенком маленьким. Получаю на него пособие до 2 лет. 250 тысяч рублей белорусских. И муж работает электриком в колхозе, получает от 300 до 400 тысяч. Тоже в колхозе работает электрик. Еще нам государство помогает питанием до 2 лет, как малоимущим. Вот наш доход весь. Ну, то, что подходит, я оставлю себе, а что не подойдет, я тогда отдам малоимущим, у которых маленькие дети есть, я им по соседству, которые живут, я им подарю это вот. Þetta mjög stórt land, hérna, þetta tvisvar sinnum stærra heldur en Ísland, hér búa 10 milljónir manna, mjög margir búa mjög afskekt í þorpum sem eru langt frá þjónustusvæðum og það mikil fátækt í þessum þorpum, það mikil félagsleg vandamál hérna. Þannig að ég held að það sé mikil þörf fyrir svona aðstoð og alveg sérstaklega fjölskyldur sem eiga mjög erfitt með að draga fram lífið hafa ekki efni á því að kaupa föt handa sínum börnum. Það mikil kuldi hérna, fer niður í auðveldlega í -10 eða neðar. Þannig að fatnaður sem sendur frá Íslandi, hann kemur svo gífurlega vel hérna fyrir en við þessa fjölskyldu sem hvítrússneski Rauði krossinn að aðstoða. Teppin, 2 peysur, 2 buxur, 2 svona og 2 sokkar. Ég nú búin að vera í svona 1,5 ár, en þær sem eru í þessu föt, þetta heitir föt sem framlag, þetta verkefni, þær nú búin að vera hérna, allavega 2 eru búin að vera frá upphafi, frá því þetta byrjaði fyrir eitthvað rúmlega 3 árum. Og svo prjóna margar heima líka, en við hittum einu sinni í viku hérna og prjónum húfurnar og peysur og bara það sem vantar í pakkana. Så udløst hérna i hapfjernske kronere. Der var at takke til sånne pejser og alt som de gør, og så långt mig til at være med, og jeg får bare hinka ned og sagde, at jeg kommer, må jeg være med, og have haft opfrost i gammerne.
Ég í peysunum. Ég líka í peysunum. Og húa. Af því það fara 2 prjónapeysur í hvern einasta pakka. Þannig að það þarf að vera alveg. Svo eru sumar sem eru að mestu leyti í, þú veist, í sokkum og já, eða húum, en flestir sérhæfa sig eitthvað. Langt flestir. Имени всех присутствующих, вот, состоявшейся эту помощь по достоинству. Við tilkynntum þetta í haust á síðasta ári að við myndum senda ungbarnafatnað til Hvíta-Rússlands og þetta var til þess að mjög margir sjálfboðaliðar tóku við sér, fóru að prjóna og núna er komið að því að það er verið að dreifa þessum fatnaði til einmitt fólks sem á heima í húsum eins og þessu í afskekktum þorpum til sveita og þetta eru sérstaklega fólk sem er með mjög mörg börn á framfæri, ung börn og sem hefur mjög lágar tekjur þannig að þetta kemur í mjög góðar þarfir þegar það er komið á leiðarenda. Хотела поблагодарить, спасибо большое, что за вашу помощь, за помощь, что вы отзываетесь на нужды других людей. Спасибо.